Já, ég ætla að tala aðeins trú í dag. Ég var að tala trú í Færeyjum, hvaða þyrfti til þess að í raun og veru í Færeyjum myndist ég á það hvað þarf í raun og veru til þess að trú okkar bresti. En mér langar aðeins og ég endaði eiginlega með því að við þyrftum að varveita hjört okkar framar öllu öðru vegna þess að þar eru uppsprettur lífsins og þar eru uppsprettur trúarinnar. Og það svona yfirskriftin kannski í dag að varveita hjartað þitt framar öllu öðru. Þetta Orðskviðni 4, 23. versið og ég man að hann pabbi minn, hann elskaði þetta vers og blessu sé minning hans. Að hann las þetta svo oft og ég man að hann skrifaði þetta á stórt plakat heima. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru, því þar eru uppsprettur lífsins. Amen. Og Drottinn, ég bara bið að blessa þitt orð í dag í nafni Jesú. Þinn mátturinn og þín dýrðin. Amen. Í Rómverjabréfinu 10. kafla, Rómverjabréfinu 10. kafla, 8. og 9. vers, segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús Drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Þannig að mig langar aðeins bara að tala þetta trúna og hjartað í dag. Í ljóðaljóðunum, fyrsta kafla og öðru versi, þar brúðurinn að tala brúðgumann og hún segir, hann kyssti mig kossi munns síns. Og í gærdag þegar ég var að taka á móti konu minni, þá kem ég til hennar út á flugvöll og hún kemur og glöð yfir því að sjá mig og hún sem sagt, mótar varirnar til að kyssa mig og ég í einhverju athugunarleysi setti kinnina að henni og hún sagði við mig þegar hún kom heim að ég hefði bara sært sig vegna þess að þarna hefði verið eldra fólk sem hefði kysst beint á munnin fyrir framan alla. Og ég var eitthvað svona feimin og ég setti bara kinnina í hana og en hún vildi fá munnin. Og Biblían segir að hann kyssti mig kossi munns síns. Og þegar ég var að hugleiða þetta í morgun, þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ef að brúðurinn þráir að brúðguminn kyssa hana á munnin, að þá það eitthvað tengt hjartanu. Það eitthvað sem fylgir hjartanu. Það tenging sem segir að við erum eitt. Og þetta einhver nánasta tenging sem að við getum upplifað. Og ég trúi því að ég á ekki að bjóða konu minni bara kinnina, kinnin fyrir aðra, en konu mína á ég að kyssa á munnin. Þannig að hún var réttilega móðguð í gær og var svona í fílu þangað til við komum heim, að hún opnaði sig og sagði að ég hefði átt að taka betur á mót henni með öllu mínu hjarta. Það var í rauninni það sem var á bakvið. Ef að konan finnur ekki hjart okkar, að þá hún í raun og veru leið og hún verður niðurþrykkt menn. Að við þurfum að gefa konum okkar allt hjarta okkar með allri veru okkar og þá þær glaðar, uppfylltar og ánægðar. Það ekki rétt? Og þetta eins með samfélagi við okkar elskaða Jesú. Þannig að þetta snýst trú og hjarta. Í Rómverjabréfinu 1. kafla að þá talað að þá Páll að segja, hann segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið.
Og getur verið að ég hafi svona fyrir orðið mig í gær aðeins fyrir það að láta aðra sjá að ég elskaði konu mína? Er það sem Páll að tala um að hann vill að við fyrirverðum okkur ekki fyrir að sýna öðrum að við elskum Jesú. Við höfum að leyfa öllum að sjá að við elskum Jesú. Að við kyssum hann með kossi munns okkar. Við kyssum Jesú, við erum brúður Jesú og við kyssum hann með hjarta okkar. Og það sem ritningin að segja. Við gefum honum allt hjarta okkar. Og hér segir hann, Páll, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Svo segir hann, það kraftur Guðs, hverjum þeim sem til hjálpræðis, hverjum þeim sem trúir. Það kraftur Guðs til hjálpræðis, hverjum þeim sem trúir. Hann segir gyðingunum fyrst en einnig Grikkjum. Því réttlæti Guðs opinberast því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og mér langar að taka aðeins fyrir hlutan að þessu versi hérna fyrst, að tala hjartað og trúna, að trúin, hún eins og okkar fyrsti kærleikur. Hún svona, það má líka henni við okkar fyrstu ást. Og ég veit ekki hvort þið munið eftir sögu í Biblíunni að þá Jesús brúðguminn, hann að tala við eiginkonu sína kirkjuna í Efesus og hann svona hrósar kirkjunni fyrir að hún hafi staðið sig nokkuð vel, hún hafi borið þungar byrðar, hún hafi haft andlega greiningu, þetta í Opinberunarbókinni 2. kafla, en síðan segir hann, ég hef eitt á móti þér og það var aðalatriðið, þú hefur afrækt þinn fyrsta kærleika. Þú kyssir mig ekki lengur með kossi munns þíns. Hjartað þitt ekki lengur hjá mér. Þú ert að vinna að verkinu mínu, þú ert að erfiða fyrir mig, en hjartað þitt ekki lengur. Ég þrái hjartað þitt, segir Jesús. Og þetta svo mikilvægt að Jesús fái hjart okkar. Og þegar fólk getur komið hérna fram og það getur sagt, já, Jesú fyrirgefðu mig syndi mínar og ég ætla að gefa þér hjarta mitt og bla bla, en ef að hjarta fylgir ekki með þá það vita gagnslaust, vegna þess að með hjartanu trúað til réttlætis. Með hjartanu trúað til réttlætis. Með munninum játað til hjálpræðis. Þannig að það skiptir svo miklu máli að hjarta okkar sé með. Og þannig að okkar það okkar fyrsti kærleikur. Jesús þráir okkar fyrsta kærleika af því að hann gaf okkur kærleikan. Ég var að lesa grein í dagblaðinu helgina unga konu sem hafði lent á villigötum, vændi, eiturlyfjafíkn og þegar upp var staðið, þá var aðalmálið að hún þráði kærleika. Hún þráði að vera elskuð af föður sínum. Hún segir það í greininni. Hún þráði svo að vera elskuð af föður sínum. Hana vantaði þennan kærleika, hana vantaði þetta hjarta frá einhverjum öðrum sem vildi gefa henni hjarta sitt og segja henni að hún væri elskuð. Og Jesús Kristur, hann hefur sagt okkur að hann elskar okkur og það eina sem hann þráir að fá þennan kærleika tilbaka, að við trúum og gefum honum hjarta okkar tilbaka. Og það það sem allt snýst Og þegar við skoðum lífi Jesú Krist, þá sjáum við að hann lifði í trú. Hann kom hérna og hann okkar fyrirmynd. Og það sem ég verð að segja við fólk að það svo nauðsynlegt fyrir okkur að ef við ætlum að vera lærisveinar og kristnir, að þá þurfum við að vita að við erum fyrirmynd. Jesús, hann fyrirgefur okkur syndir okkar, já, og það skiptir engu máli hvaða synd það en við megum ekki gleyma því að ef við brjótum af okkur, ef okkur sem sagt misfest, að þá erum við fyrirmynd. Það ekki víst að allir aðri viti að við iðrumst og sem segjum Jesús fyrirgefðu mér. Þeir sjá bara hvað við gerðum. Þannig að það skiptir máli líka hvað við gerum, hvernig við breytum af því að við erum opið bréf lesið og þekkt af öllum mönnum. En það sem skiptir mestu máli að við trúum með hjartanu. Nú, Jesú Krist, það segir að hann lifði lífi þar sem hann var algjörlega háður föður sínum. Margir segja að Jesús, hann var Guð, þetta var ekkert mál fyrir hann, en Jesús,
hann kom og hann gaf okkur fyrirmynd til þess að við skylum lifa eins og hann, og hann segir í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla, 19. versi, ég megna ekkert að gera af sjálfum mér. Ég geri bara það sem ég sé föðurinn gjöra. Þannig að ef við finnum okkur veik í trúnni, þá það bara allt í lagi, vegna þess að þá erum við bara eins og Jesú. Ég get sagt, ég megna ekkert að gera af sjálfum mér. Stundum veit ég ekki, það svo ofta ég að tala við fólk. Og ég var að tala við manneskju daginn og hún kom svona krefjandi á móti mér og hvað ætlar að gera við þessu? Og ég sagði bara, ég veit það ekki. Ef ég veit það ekki, þá veit ég það ekki. Af því að ég þurfti á visku Guðs að halda og sem við héldum áfram að tala saman, þá gaf Guð mér visku. En stundum verðum við að stoppa við og bíða eftir því að við heyrum frá Guði. Vegna þess að trú okkar, hún snýst það að við treystum honum en ekki okkur sjálfum. Og það er þessi trú sem að leysir þennan kraft Guðs úr læðingi sem Páll að tala að hann fyrirverður sig ekki fyrir fagnaðarerindið vegna þess að það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Og ég sé svo mikinn mun á fólki sem hefur farið í meðferðir og fólki sem hefur frelsast. Það er frábært að fara í meðferð og losna við fjötrana, en ég sé samt svo mikinn mun á fólki sem hefur frelsast og hefur lífið innra með sér vegna þess að það hefur eitthvað til að lifa fyrir. Það hefur frelsast og það hefur eilífa lífið innra með sér, það hefur fengið að snerta hjarta Guðs og það er þessi kraftur sem varveitir hjartað. Vegna þess að við getum fengið lausn í hug okkar, en þegar hjarta fær lausn, þegar okkar innsti maður veit að hann er elskaður af Guði, þá gerist eitthvað. Og þetta eitthvað sem gerist þegar er það að ef einhver eignast samfélag við Krist, þá verður hann ný sköpun, hið gamla verður að engu, sjá nýtt orðið til. Og ég gleymi aldrei þeim degi þegar ég upplifði þetta að það hefði eitthvað nýtt gerst í hjarta mínu. Ég fann að ég hugsaði öðruvísi og langarnir mína voru öðruvísi og ég var orðinn öruggur með sjálfa mig sem ég hafði aldrei verið á vissan hátt í honum og sem sagt nú vissi ég að ég gat beðið til Guðs en mig vantaði eitthvað og það var eitthvað sem gerðist. Ég var ný sköpun í Jesú Kristi og það er gott fyrir okkur að minna okkur á það. Að við erum ný sköpun í Jesú Kristi. Og ég var bara núna nýlega þegar við fórum til Færeyja, þá upplifðum við það að sjá líf fólks breytast. Og við fengum vitnisburð frá henni Sunnevu okkar næst síðasta sunnudag, hvernig líf hennar breyttist við það að gefast upp fyrir Guði. Vegna þess að hún hafði eiginlega gengið af trúnni, hún var hætt að trúa því að Guð væri til staðar og jafnvel efast að Guð væri til, en þegar hún kemur þarna inn í kraft Guðs á þessum samkomum, þá byrjar eitthvað að hrærast innra með henni og hún segir, það er barátta innra með mér. Og Guð er að tala til mín, Guð er að kalla mig og ég get ekki sagði. Ég get ekki sagt nafnið Jesú. Ég get ekki gefið honum hjarta mitt. Það er eitthvað sem heldur aftur af mér. En við vitum að hún losnaði áður en yfir lauk og líf hennar gjörbreyttist. Og hún fór að segja mér að hún var búin að berjast við hluti það að hana langaði ekki til að lifa lengur. Og hún heyrði stundum hvíslað inn í huga sinn, það væri best fyrir þig bara að enda þetta. Það væri best fyrir þig að enda lífið þitt og hætta þessu. Og þegar hún sagði mér þetta, þá gerði ég mig grein fyrir því að þetta var ekki hennar eigin hugsun, þetta var hugsun sem kom að utan. Hugsun sem kemur inn í huga svo margra ungmenna í dag. Biblían kallar þetta eldleg skeyti óvinarins. Biblían segir að við getum tekið skjöld trúarinnar og lyft honum upp, við sem eigum trúna. Við þurfum að eiga trúna. Og þess vegna langar mig bara, ég var svo glaður þegar ég sá líf hennar breytast. Ég sá þetta gerast að krafturinn í fagnaðarendinu,
Hann varð henni til hjálpræðis. Það gerðist eitthvað innra með henni og þegar hún kom hérna þá ljómaði hún og hún ljómar enn. Ég talaði við hana síðast í gær að hún hefur fundið það að líf hennar hefur breyst og hún hefur fengið nýja stefnu og eitthvað nýtt til að lifa fyrir. Og það svo mikilvægt fyrir okkur, systkini, að þegar við höfum eignast þetta líf að varðveita það. Það það sem Biblían talar Þegar við höfum eignast þetta líf að varðveita það. Við setjum peningan okkar í banka, við setjum þegar við ferðumst að þá er svona skápur þar sem við geymum kannski, þeir sem eiga gimsteina, þeir setja gimsteinana sína inn í, en hjart okkar, varðveita það framar öllu öðru, segir Biblían, vegna þess að það er það allra dýrmætasta sem við eigum. Og það er ekki dýrmætara. En það er önnur ritning sem ég langaði að miðla með ykkur þegar við horfum á lífið í kringum okkur í dag og hún er frá öðru Tímóteusarbréfi vegna þess að ég var að bera þetta saman. Ég var að bera þetta saman við það sem við sjáum í kringum okkur og þar segir í 3. kaflanum, vita skalt þú á síðustu dögum, vers 1, munu koma örðuga tíðir. Síðan kemur hérna upptalning á því hvernig mennirnir eru. Sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, foreldrum óhlýðnir og langur listi. Elskandi munaðarlífi segir í versi 4, meira en Guð. Svo segir hérna, þeir hafa á sér yfirskyn Guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Snú þér burt frá slíkum. Þeir hafa á sér yfirskyn Guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Og sem ég skoðaði þennan ritningarstað í gær, að þá kom til mín kristindómur án trúar. Kristindómur án trúar. Kristindómur án þess að hjarta okkar sé. Kristindómur án þess að við höfum þennan innilega koss brúðgumans, að hjarta okkar snerti hans hjarta. Og Páll hann kallar þetta bara yfirskyn og hann segir að þeir sem hafa þennan kristindóm, að þeir afneita krafti trúarinnar. Þeir afneita krafti trúarinnar, þetta er bara form, þetta er bara innantóma orð. Þeir hafa ekki upplifað þetta nána samfélag við Jesúm Krist sem hann þráir að eiga. Þetta föðurhjarta, þennan kærleika, þetta bara líf sem hann vill gefa okkur. Og það er önnur ritning hérna sem talar það er í öðru Tímóteusarbréfi 1:1 í þessu samhengi að 2. Tímóteusarbréf 1:1 þar segir Páll að vilja Guðs postuli Kristi Jesú til að flytja fyrirheitið lífið, til að flytja fyrirheitið lífið í Kristi, Jesú heilsar. Og það er einmitt það sem við sjáum gerast. Eins og þegar Sunneva tók afstöðu, þá kom lífið inn í hennar líf. Lífið frá Jesú Kristi kom inn í hennar líf. Nú lifði hún ekki bara ein og sér, heldur kom lífið frá Jesú Kristi, það snerti hennar hjarta. Og það sem gerist þegar það gerist, er að þá gerist þetta kraftaverk að þess sá sem tekur við, hann verður bara ný sköpun, það fæðist nýtt barn, það verður endurfæðing, það verður nýtt líf til. Og þetta er eitthvað það stórkostlegt kraftaverk sem getur gerst. Þegar andi Guðs snertir anda manns, að það verður koss munnsins, tenging hjartans fyrir alla eilífð. Það gildir fyrir eilífðina. Það gildir fyrir eilífðina. Hérna segir Páll í 1. Tímóteusarbréfi 6:12, bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið. Höndla þú eilífa lífið. Þannig að
að það þessi koss munnsins sem að brúðgumi okkar þráir jafn mikið og brúðurinn, trúi ég. Hann þráir hjart okkar framar öllu öðru. Og seinni hlutin af versunni í Rómverjabréfinu, hann sem við lásum, Páll segir, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið, vegna þess að það er kraftur Guðs til hjálpræðis, að seinni hlutin þarna, hann talar að það að segja 17. versið, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Að réttlæti Guðs opinberast í fagnaðarerindinu. Og það önnur ritning sem að útskýri þetta í 3:21. Nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámennirnir vitnum verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist. Og þannig að Guð, hann sér hjarta okkar. Og stundum erum við að hugsa, kemst þessi inn í himnaríki eða fór þessi til himnaríkis? Hvert fór þessi? Aðeins Guð veit. Guð sá eini sem sér hjartað. Nú þýðir ekki lengur að horfa á hvað þessi gerði eða hinn gerði. Guð veit og þekkir hjarta þitt og hjarta mitt. Og það í Rómverjabréfinu ein ritning sem segir, það 2:16, það verður á þeim degi Guð samkvæmt fagnaðarerindum mínu ég fekk fyrir Jesúm Krist dæmir hið dulda hjá mönnunum. Að þegar þessi dagur kemur, að þá lítur Guð á hjarta mannsins, af því að hann réttlætist núna fyrir trú. Hann réttlætist ekki lengur af verkum, hann réttlætist fyrir trú. Og aðeins Guð getur í raun og veru sýknað eða dæmt hjörtu okkar. Það engin mannlegur máttur sem kemst þar að. Það engin mannlegur máttur sem í raun og veru megnar heldur að gera það sem Guð hefur gert fyrir okkur í Kristi Jesú. Það engin mannlegur máttur að megna sem megnar að gera það sem trúin getur gert í hjörtum okkar. Þegar trúin og andi trúarinnar kemur inn í hjart okkar, að þá engin fjöll sem standast. Jesús sagði, sá sem trúir, hann getur sagt við fjallið, lyftir upp, steypir í hafið og það mun verða eins og hans segir. Og þess vegna skiptir þessi hjartans trú svo miklu máli og bara að varðveita þessa trú, elsku systkini, í hjörtum okkar. Vegna þess að látum okkur ekki nægja bara að hafa yfirskyn trúarinnar, sama hvað aðri segja, sama hvað aðri gera, elskum Jesú af öllu okkar hjarta. Kyssum hann daglega með kossi munns okkar. Amen.